Komið sæl gott fólk, gleðilegt ár, virkilega gaman að sjá ykkur og þakka ykkur fyrir að koma og gefa ykkur tíma. Við höfum gjarnan haft opinn fund í upphafi misseri svona aðalega kannski til að gera grein fyrir stöðu fjármálana, en líka aðeins að á léttari nótum að rifja upp skemmtilega viðburði. Og í dag er það mér ánægja að segja frá því að það verður lítið bíó í lokin í tilefni þess að Happdrætti Háskóli Íslands fagnar 80 ára afmæli á þessu ári og ætlum að sýna ykkur nýja auglýsingu og hvernig hún var unnin. Já, þannig að það eru fjármálin og viðburðir liðnir og framundan og áhersluverkefni. Í nóvember þá hélt Einar Stefánsson, prófessor í augnlæknisfræði, hann hélt fyrirlestur í röðinni sem við köllum fyrirtæki verður til. Og þar hafa forsvarsmenn komið frá Marel, Actavis, CCP, en Einar kom í nóvember og sagði frá sprotafyrirtækjum sem hann hefur stofnað ásamt samstarfsfólki í ýmsum greinum og það var mjög ánægilegt og skemmtilegt að heyra hvað þverfræðilegt samstarf hefur skipt miklu máli í öllum þessum þremur sprotafyrirtækjum, rafmagns- og tölvuverkfræði, tölvunafræði og lyfjafræði. Allt þetta samstarf hefur skipt svo miklu máli og Einar lagði mikla áherslu á það. Sama dag voru, ég held að verið sama dag, þá voru hagnýtingarverðlaun veitt hér innan skólans. Tvenn verðlaun, fyrst og önnur, fóru til starfsfólks í efnafræði innan raunvísindadeildar, annars vegar fyrir nýja aðferð við framleiðslu á áburði, þar sem að ammóníak, sem mikilvægt hráefni, framleitt við lága spennu og síðan nota til að framleiða áburð og þetta, ef vel tekst til, að þá gæti þetta verið, eins og dómnefndin sagði, nýstárleg byltingakennd aðferð vegna þess að bændur bæði hér og í þróunarlöndum gætu sjálfir framleitt áburð. Önnur verðlaun voru móteitur við blásýrueitrun og þriðju verðlaun, þau komu til starfsmanna rannsóknarseturs Háskólans á Bolungarvík og sneri að stafrænni miðlun á rannsóknum á veiðum, nýtingu og líffræði þorsks á Vesturlandi og Vestfjörðum og hvernig hægt að nýta þetta til að byggja upp ferðaþjónustu á svæðinu. Hér var fyrirlestur sem vakti mikla athygli hjá Dennis Meadows og íslensku þorpið hlaut Evrópumerkið 2013, þetta var í nóvember líka. Málteknisetrið fékk viðurkenningu á degi íslenskrar tungu sem að mennta- og menningarmálaráðherra afhendi og eins og þið sjálfsagt vitið að þá vinnur málteknisetur að verkefnum sem tengjast bæði tungunni og tækni og þar sem að reynt að finna leiðir til að nota tölvutækni í þágu tungumálsins annars vegar og hins vegar tungumálið innan tölvutækninar. Gulleggið, mikill áhugi þar. Hátíð orðanna var hér, það var haldin hátíð á vegum hugvísindasviðs þar sem að verðlaun voru veitt fyrir fegursta orðið og síðan vildi ég vekja athyglekkar á útvarpsþætti sem að hóf göngu sína núna fyrir skömmu, eða í desember held ég. Hann heitir Vits þörf, mánudagskvöld klukkan 8:30 og það Kristín Einarsdóttir aðjúnkt við félags- og mannvísindadeild sem að stýrir þessum þáttum og það sagt frá rannsóknum á félagsvísindasviði. Ef við lítum yfir árið 2013 og þá útskrifuðust 2700 nemendur, hvorki meira né minna, frá skólanum og þar að auki fóru fram 53 doktorsvarnir. 1. desember var haldin hátíð brautskráðra doktora að vanda. Á síðasta opnafundi sem var í nóvember að þá veittum við viðurkenningar fyrir lofsverðan árangur í starfi. Það var Baldur Sigurðsson fyrir kennslu, Þorsteinn Loftsson fyrir vísindi og Greta Björk Kristjánsdóttir fyrir stoðþjónustu við rannsóknir. Í desember að þá hlaut Jón Gunnar Bernburg, prófessor í félagsfræði, hvatningaverðlaun Vísinda- og tækniráðs og síðar í sama mánuði að þá hlaut Helgi Björnsson
heiðursverðlaun úr verðlaunasjóði Ásu Guðmundsdóttur Ræd. Við vitum all af þessu að í október að þá var tilkynnt að Háskóli Íslands væri enn á Times listanum. Þeir birta bara lista yfir 400 efstu sætin og við fengum að vita í byrjun október að skólinn væri í 269. sæti, en síðan höfum við fengið nánari upplýsingar og meðal annars hvernig skólinn stendur í norrænum samanburði og þar kemur hann út sem númer 14 af þeim sem eru á listanum. Það eru 25 norrænir háskólar á topp 400 listanum og Háskóli Íslands raðast þarna í 14. sæti og eins og þið sjáið að þá eru sumir að fara upp og aðrir að fara niður. Háskóli Íslands hefur farið á 2 árum upp 8 sæti, 9 sæti. Nei, 8 fyrir ekki. Þá er fjármálum. Þegar þriðja umræða fjárlaga, þegar henni lauk í desember að þá fyrst vissum við nákvæmlega hvað við hefðum úr að spila fyrir 2014 og ef við horfum á árið í fyrra að þá er breytingin 3,1% ef við teljum aldarafmælissjóðinn með, 0,3 ef hann er ekki talin með. Það er svolítið spurning hvernig við teljum hann með vegna þess að hann er vissulega, við viljum halda honum sér vegna þess að hann er notaður í ný verkefni og til að fjölga störfum og þess áttar, en hann er líka notaður til að styðja það sem er þegar í skólanum. Þannig þannig er það. Við fengum því miður ekki í fyrra, þá fengum við hækkanir bæði gegnum aðra umræðu og þriðju umræðu fjárlögin. Að þessu sinni fengum við ekki hækkanir og það vissulega olli okkur vonbrigðum. Við máttum hins vegar þakka fyrir að halda þó því sem kom fram í frumvarpinu þegar það var lagt fram. Yfirlegt getum að verið öruggur það að það haldi það sem kemur fram í byrjun október, en í þetta sinn að þá var það ekki örugt vegna þessum leið og var búið að leggja fjárlaga frumvarpi fram. Þá var sagt að þetta væri skjal til umræðu og örlítið síðar þá komu fréttir það að það ætti að finna 3-4 milljarða í pottinum til þess að fjármagna heilbrigðiskerfið. Þannig að við vorum á nálum þangað til að þetta var búið að við héldum þó því sem var komið. Eina hækkunin í lokin var 20 milljónir vegna kaupa á örgreini. Aldarafmælissjóðurinn hann hækkaði úr 400 milljónum í 700 milljónum, já, og það sem ég vildi taka fram er að í fyrra þegar við fengum við höfum náttúrulega eins og þið vitið barist lengi fyrir hækkun á lægsta reikniflokki, ekki orðið ágengt með það að hann hækkaði af hálfu ráðuneytisins. En í fyrra þegar við fengum hækkun gegnum fjárlega frumvarpið að þá var fé notað hér innanhús til að hækka lægsta reikniflokk 3% og það var tekin ákvörðun að gera það aftur núna þó svo að það hefði ekki komið viðbótar fé til að spila úr. Þannig að á þessum 2 árum að þá hafa hátt í 100 milljónir farið í hækkun á lægsta reikniflokki. Þið munið eftir ákvæði í aldarafmælissjóðnum framtíðar stefnumörkun í varðandi tekjur skólans að þær verði sambærilegar við OECD meðaltal og Norðurlanda meðaltal árið 2020 og þetta fór inn í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar og ég get staðfesta við ykkur núna að í febrúar að þá hefst þessi stefnumótun og henni verður stýrt af hálfu forsætisráðuneytis með aðkomu menntamálaráðuneytis, fjármálaráðuneytis eða fjármála- og efnahagsráðuneytis, Háskóli Íslands og Alþingis. Alveg eins og það verður sama sett upp og þegar að við vorum að semja aldarafmælissjóðinn í upphafi. Aðeins til upprifjunar hvernig honum hefur verið varið. 40% hafa farið árlega til
beint til fræðasviða og ráðstafað samkvæmt ákvörðun fræðasviða. Nýliðunarsjóður, kem betur að honum á eftir. Innviðir, að þarna er að ræða að efla stoðkerfi, efniskaup, rekstur, rannsóknartæki, hugbúnað og fleira og þessu verður úthlutað nú í fyrsta sinn eftir að við fengum þessar 700 milljónir að þá getum það hefur verið stighækkandi framlag í aldarafmælissjóðinn og núna fer þetta þá til sviðanna og varið samkvæmt forgangsröðun þeirra. Síðan eru sameiginleg verkefni fyrir skólan í heild og sem að við getum núna sett peninga í á þessu ári. Í tengslum við fjármála þá er mikilvægt að muna líka eftir hversu miklu hefur skipt fyrir skólan, ekki síst á erfiðum tímum, hvað fólk hefur verið duglegt að sækja í samkeppnissjóði bæði innanlands og utan og ef við lítum á úthlutun rannsóknarsjóði Rannís núna sem var kynnt fyrir skömmu að þá, eins og við vitið, skiptist í öndvegisstyrki og þeir komu allir 3 í hlut starfsmanna háskólans sem auðvitað mjög ánægjulegt og þið sjáið verkefnin og nöfnin þarna sem að baki standa. Rannsóknarstöðustyrkir, þetta sem sagt af prósenturnar eiga við heildar summuna þarna 598 sem er veitt og rannsóknarstöðustyrkir það er 13% af heildinni og verkefnastyrkir 72,4% og af þessari heild að þá var hlutdeild Háskóla Íslands starfsfólks 435 milljónir. Ef við horfum á rannsóknarstyrki á vegum rannsóknarsjóðs háskólans, þetta eru upphæðirnar mun lægri þar og þarna var hægt að úthluta 239 milljónum. Það er, við vitum ekki alveg hversu marga doktorstyrki verður hægt að veita úr rannsóknarsjóði og háskólasjóði Eimskipafélagsins en við vonumst til að þeir verði ekki færri en 33. Og síðan í tengslum við aldarafmælissjóða þá voru settar 15 milljónir sérstaklega í rannsóknarsjóð háskólans til að styðja nýja kennara. Það er þá fyrir utan þetta sem þarna framkemur. Sjöunda rammaáætlun, henni lýkur núna eða lauk 2013 og náði við tímabili 2007 til 2013. Núna tekur við Horizon 2020 frá 2014 og ég er með hérna nokkrar glærur, ég veit þetta er alveg mikið að meðtaka en þó kannski gerið ykkur svona hugsuninn að við gerum okkur grein fyrir hversu mikið hefur fengist í gegnum þessa Evrópustyrki frá þá sótt, já, fyrsti styrkurinn er 2008 en það er sótt 2007 og úr mjög mörgum greinum. Þetta heldur áfram og heildar hérna upphæðin er tæplega 12 milljónir evra eða tæplega 2 milljarðar og þetta eru sem sagt verkefni sem að starfsfólk innan háskólans er í forsvari fyrir. Þar fyrir utan eru styrkir sem að starfsfólk háskólans tekur þátt í með öðrum og það er ekki þarna talið með en það er alveg örugglega ekki lægri upphæð. Sömuleiðis vil ég vekja athygli á velunnurum sem að hafa stofnað styrktarsjóði gegnum tíðina og þarna eru úthlutanir úr þessum sjóðum. Þeir eru misstórir í nóvember og desember. Stærsti sjóðirnir eru Háskólasjóður Eimskipafélagsins
og sem 2,6 milljarðar, 2,7 milljarðar í dag. Lúðvík Storrsjóðurinn, hann ekki eingöngu fyrir Háskóla Íslands en starfsfólk hefur fengið háa styrki þaðan. Hann upp á nokkur 100 milljónir. Watanabe sjóðurinn til að styrkja tengsl í Japan, hann af svipaðri stærðagráðu og svo eru styrkir frá félagasamtökum og einstaklingum sem hafa skipt alveg gríðarlega miklu máli og mér langar núna á næstunni til að gera þetta sýnilegra, bæði í virðingarskyni við þá sem hafa gefið og svo líka kannski til að það geti virkað hvetjandi fyrir aðra sem hefðu áhuga á að styðja við starf skólans og allar hugmyndir útfærslu á slíku eru vel þegnar. Elín Blöndal hóf störf 1. nóvember sem lögfræðingur Háskólans. Það hefur enginn verið í þessu starfi núna í 2 ár og við fögnum því mjög að hafa fengið Elínu til starfa. Magnús Lyngdal Magnússon, hann nýr skrifstofustjóri miðstöðvar framhaldsnáms og í tengslum við hans ráðningu að þá erum við að styrkja starf miðstöðvarinnar og það komin ný stjórn sem var skipuð eftir tilnefningar frá fræðasviðunum. Sæunn Stefánsdóttir, sérfræðingur og rektorskrifstofu, hún hefur tekið að sér að vera forstöðumaður, ásamt öðru að vera forstöðumaður stofnunar Rannsóknarsetra Háskóla Íslands og þar voru samþykktar nýjar reglur fyrir stofnunina sem miða því að tengja þessa starfsemi nánar við starf skólans hér og í hinn áttina líka. Það verði sterkari tengsl á milli. Nú eins og þið vitið að þá heldur áfram gæðamat samkvæmt eftir hvað segir maður á vegum gæðaráðs Íslenskra háskóla og eins og staðan núna að þá hafa 10 deildir skilað endanlegri skýrslu, 8 deildir langt komnar og 9 fara í mat á næsta vetur og sömuleiðis skólinn í heild. Hann fer í sjálfsmat eftir að öllum deildar úttektum líkur og þá það skólinn í heild. Og mér langar bara til að nota tækifæri núna, við erum að leggja mikla áherslu á það að öll þessi vinna á vegum deildan og sviðana að hún nýtist. Þetta ætlað til að bæta starf skólans. Þannig það mjög mikilvægt að við hjálpum stað að gera þessa vinnu lifandi sem að þið hafi lagt á okkur og að stjórnendur, deildarforsetar, sviðsforsetar, við í miðlægri stjórnsýslu að við gerum allt sem við getum til þess að bæta það sem kemur fram í þessum úttektum að betur megi fara. Það að fara á stað úttekt á árangri sameiningar kennaraháskólans og háskólans fyrir 6 árum núna og hvernig það hefur skilað sér varðandi faglegan ávinning og svo líka stöðu kennaramenntunar sem að mikið til umræðu núna. Mér langar þar af miklu að taka ef maður ætlar að nefna áhersluverkefni þennan vetur, en mér langar til að hnykkja á nokkrum atriðum og ég tek þetta úr starfsáætlun sem að Háskólaráð samþykkti í haust og sem við endurskoðum núna í janúar. Hún byggir starfsáætlunin á stefnunni sem að við höfum öll hjálpast að móta 2011 til 2016 gildur hún en það þannig að við tökum verkefni eftir því sem að rými gefst og að hrinda verkefnum í framkvæmd sem við höfum samþykkt að gera samkvæmt stefnunni og svo bætast auðvitað alltaf við áhersluverkefni þar fyrir utan. Starfsáætlun Háskólaráðs hún skiptist í 4 kafla sem eru sömu kaflaheiti og eru í stefnunni og svo eru önnur verkefni sem koma þar á eftir.
Og ef við tökum fyrst kaflann rannsóknir og nýsköpun, að þá var áhersla á að stuðla markvissri nýliðun í hópi ungra vísindamanna og það núna verið að ráða í 12 störf nýdoktora og þetta hefur verið hægt að gera fyrir tilstilli aldarafmælissjóðs. Mörgum finnst þetta hafa tekið langan tíma og það alveg rétt. Þetta hefur tekið langan tíma frá því að þessi störf voru auglýst en við gátum ekki verið viss að fá framlagið í aldarafmælissjóð fyrir að fjárlagavinnunni lauk og þess vegna hefur þetta dregist og svo líka vegna þess að það voru gríðarlega margar umsóknir. En nú þetta á lokastigi og það verið að ganga frá 12 störfum nýdoktora og síðan 7 störf lektora. Og síðan nýliðun líka akademiskra starfsmanna almennt og það hefur verið hægt að vinna þessu á fræðasviðunum einmitt fyrir fé úr aldarafmælissjóði. Þannig að ég held að ég geti fullyrt að öll fræðasvið hafa geta ráðið í ný störf vegna þessa framlags. Nú opinn aðgangur, þetta eru stefnudrög sem hafa verið til umræðu allstaðar á fræðasviðunum og á vettvangi nefndaskólans og hafa verið send í víðtækt samráð og verða lögð núna fyrir háskólaráð til samþykktar á næsta fundi í næstu viku. Varðandi nýsköpun og hagnýtingu að þá vil ég kannski vekja athygli á því að það hefur mikið verið að gerast núna í haust varðandi uppbyggingu vísindagarða, annars vegar kaup vísindagarða á Sturlugötu 8, það húsnæði íslenskrar erfðagreiningar og síðan bygging lyfjaþróunarseturs Alvogen sem hófst 7. nóvember og það ég veit ekki hvort þið hafa séð en það gríðarlega stór hóla hérna handan við stúdendagarðana en hún mun fyllast fljótt. Síðan spurning aðgangspróf, svo vitið hagfræðideild beitti aðgangsprófi fyrsta sinn 2012 og lagadeild mun gera það nú í vor, leggja fram próf og það eru aðrar deildir sem eru að skoða þetta. Innleiðing nýra tæknasviði náms og kennslu, þetta hefur verið áherslu verkefni og starfshópur háskólaráðs skilaði tillögum svona ákveðna stefnu og tillögur að næstu skrefum sem að verið að fylgja eftir núna og það eru þó nokkuð margir kennarar sem að hafa boðið sig fram og eru áhugasamir þróun á því hvernig hægt að nýta námskeið, opin námskeið annarra háskóla inn í sína eigin kennslu og til þess að bæta hann og skapa rými fyrir dýpri yfirferði í tímum og meiri umræður. Viðmið meistaranám voru samþykkt í desember. Við erum að skoða, ég veit að það hvílir á mörgum hér sem eru áhugasamir að breyta kennsluháttum en húsnæði kannski ekki heppilegt til þess og við erum að reyna að finna leiðir til þess að geta komið þar til móts. Ég get alltaf ekki að fara í hvert atriði en ef þið hafið áhuga þá getið þið fengið að sjá þetta í allri sinni lengd. Og varðandi nýja kennsluhætti, já, ég var búin að nefna það, vildi nefna að Icelandic Online 5 var hleypt af stokkunum í desember, þetta ætlað fyrir þá sem eru lengra komnir og bendi ykkur á dagsetninguna 28. febrúar til að taka frá og hvet ykkur til að taka þátt í árlegu málþingi kennslumál sem í samstarfi við stúdendaráð. Nú mannauður, það við auðvitað erum alltaf að reyna að vinna því að bæta kjör bæði starfsfólks og stundakennara og stundakennaramálið hefur náttúrulega verið í fjölmiðlum og í framhald af þeim viðræðum sem við höfum átt við fjármálaráðuneytið að þá ætlar Elín, lögfræðingur skólans, nú að leiða vinnu til þess að skýra réttarstöðu og kjör stundakennara.
Já. Já, ég sé að ég hef gleymt að hnykkja á einu sem að skipti miklu máli. Það er þetta síðasta hér, stefnumótun vegna sameiningar Háskóla Íslands og Landbúnaðarháskóla Íslands, að þið hafið sjálfsagt heyrt þetta í fjölmiðlum og kannski aðalega heyrst í þeim sem er á móti slíkri sameiningu. Þetta hefur verið svona í undirbúningi þó nokkuð tíma. Skólarnir þekkjast vel og það var gerð fýsileikaskýrsla 2009 og síðan hefur verið áhugi af hálfu forsvarsmenna Landbúnaðarháskólans að stíga þetta skref. Ráðherra og ríkisstjórn eru áhugasöm þetta en formlega ákvörðun hefur ekki verið tekin, en við eigum von á því að hún verði tekin núna alveg á næstunni og að þetta verði staðreyndin. Og þarna skapast auðvitað mikil tækifæri fyrir margar greinar hér innan skólans sem að tengjast greinum Landbúnaðarháskólanum. Þannig að þegar ríkisstjórnin hefur tekið, við höfum sagt, Háskólaráð hefur samþykkt að taka vel í slíka sameiningu, við sjáum tækifæri til að byggja upp þessar greinar sem tengjast landbúnaði og matvælaframleiðslu og landnýtingu. Þetta eru gríðarlega mikilvægar greinar til framtíðar og við sæjum sóknarfæri fyrir báða skóla, en við settum fyrirvara fjármögnun. Og það er verið að vinna að því, að ljúka því, þannig að ef þessi ákvörðun er tekin, þá mun ekki bara halli vera þurrkaður upp sem hvílir á Landbúnaðarháskólanum, heldur nýtt fé til sóknar. Þannig að við bíðum bara og sjáum hvernig vinnst úr þessu. Þá ég er alveg að vera búin. Það styttist í bíóið og þarna vildi ég vekja athygli á því að það hefur verið unnið áfram að innleiðingu sjálfbærni og umhverfisstefnu sem var samþykkt 2012 og núna alveg á næstunni þá verður opnuð ný heimasíða umhverfis og sjálfbærni mála og þarna er slóðin, það er ekki búið að formlega opna, en ég veit að þeir sem hafa verið að undirbúa þessa síður spenntir fyrir ábendingum það sem betur mætti fara og líka að fólk taki þátt í þessum hugmyndabanka fyrir lokaverkefni fyrir nemendur á ýmsum sviðum. En þetta sem sagt verður opnað eftir nokkrar vikur. Framkvæmdir, ég ætla ekki að segja neitt sérstakt þessar hólur sem eru hér á lóðinni, þó er ég búin að nefna eina sem að mun fyllast fljótt og þessi sem er hérna megin fyrir gefi að okkur hefur verið sagt að framkvæmdum senki 1 ár og ráðherra staðfesti þetta í fjölmiðlum í gær, þannig að við erum vongóð það að hún sé ekki hér til lang fram að þessi hóla. Þessar byggingar, það er að segja Hús íslenskra fræða, nýbyggingar á vegum skólans, ekki auðvitað alveg byggingin, hún er alfarið fjármagnuð af fyrirtækinu. Þetta er allt fjármagnað þess að við vitað af hattrættinu og sömuleiðis viðhald, allt viðhald, og mér langaði á breytingar innan hús og mér langaði að benda á háskólabíó þar sem að viðgerðir á Ytrabyrði standa yfir og það er líka verið að endurskipuleggja inni, bæði fyrstu hæðina og aðra hæð. Tæknigarður, þar eru miklar breytingar. Á fyrstu hæðinni sérstaklega, skrifstofa Von flytur þangað úr Vaffer 2. Núna á næstunni eða ekki, Elmar? Já. Og þarna verður opnuð aftur matar og kaffisalan. Og Aragata 9, kennslumiðstöðin flytur úr íþróttahúsinu og þangað á næstunni.
Í dag, seinna í dag að þá ætlum við að halda í fyrsta sinn kveðjuathöfn fyrir starfsmenn sem hættu vegna aldurs 2013. Fólk hefur verið hvatt í sínu nærumhverfi með misjöfnum hætti en það hefur ekki verið svona af hálfu skólans í heild haldin svona kveðjustund, þannig að við ætlum að gera það í dag. Vega athygli á hádegisfyrirlestur jöklaransóknir næstu viku, eða þar næstu viku víst? Nei, næstu viku. Fjórði, næstu, já. Og brautskráningar 22. febrúar, háskóladagurinn 1. mars, háskólaþing 11. apríl og þá verða kosnir 9 fulltrúar í háskólaráð til næstu 2 ára og svo langaði mig líka að segja ykkur frá því að sjónvarps þáttaröðin sem að Jón Örn hefur staðið sem gerði fyrir skólan hjá Sjóður framtíðar og var sýndur á RÚV í fyrra, hann verður sýndur í norrænum sjónvarpsstöðum núna í vor sem auðvitað mjög ánægjulegt. Vefur Háskóla Íslands hefur verið tilnefndur til íslensku vefverðlaunanna og það verður tilkynnt úrslitin núna í lok vikunar og hérna þá ég komin að litla bíóinu fyrst til að sýna ykkur auglýsinguna og ég kannski áður en ítir á ég kannski hérna bara af því að tíminn er að renna út og það ekki hefði, ég held að aldrei nokkur maður spurninga á þessum opnu fundum fólki finnst þetta sennilega stór fundur en ég verð hérna á eftir í vatninu og brauðinu ef einhver hefur spurningar þannig ég ætlaði bara að skilja ykkur eftir hérna með fyrst auglýsinguna, þetta tekur cirka 3 mínútur, ég voni þið hafið tíma til að staldra við og horfa á það og fá ykkur svo vatn og brauð á eftir. Fyrst það auglýsingin sjálf sem Happdrættið hefur látið gera og síðan það hvernig auglýsingin var unnin og hún var sem sagt unnin sem sagt af teymi sem í voru auglýsingastofan Pipar, TBVFA og í samstarfi við Erfafex Reykjavík Visual Effects og listrænt stjórnandi var Daði Einarsson, það sá sem að vann að myndinni Gravity og það sem ánægilegt við þetta, því við erum alltaf að hugsa peninga, að gerð þessarar auglýsingar var lítið sem ekki dýrari heldur en hefðbundin auglýsingaherferð Happdrættisins. Gjörðu svo vel. Sem betur fer til fólk sem trúir á ævintýri. Stórhuga Íslendingar hófu ritun nýs kafla í menntunarsögu þjóðarinnar þegar Happdrætti var stofnað til að fjármagna byggingu háskóla. Síðan hefur hver byggingin risið af annarri og blómstrandi samfélag vísinda og fræða nýtur góðs af framlögum Happdrættisins á hverjum degi. Heppnir þáttakendur gleðjast reglulega yfir stórum og smáum vinningum en fyrst og fremst ber að þakka ómetanlegan stuðning viðskiptavina í 80 ár við uppbyggingu háskóla í fremstu röð. Skrifum framhaldið í sameiningu, svo lukkuhjól þjóðarinnar haldi áfram að snúast. Happdrætti háskólans í 80 ár. Við höfum átt í mjög góðu samstarfi við Happdrætti háskólans í nokkur ár. Nú er komið að því að gera sérstaka auglýsingu í tilefni af 80 ára afmælinu. Ákvaða núna að gera auglýsingu sem sýnir afraksturinn af okkar starfi í 80 ár. Fyrst og fremst þetta kannski allar þessar byggingar sem hafa verið fjármagnaðar fyrir Happdrættisfé. Beiðnin sem við fengum var eiginlega að við myndum sjá einhvern veginn þessi hús rísa. Lögðum svona í pælingar með það. Eitt af því sem gerist þarna örugglega 10 árum áður en Happdrættið stofnað að Sigurður Nordal, þáverandi háskólarektor, heldur innblásinn fyrirlestur á svölum Alþingishússins sem heitir Trúin á ævintýrin. Og þá fórum við strax að hugsa ævintýri og út frá ævintýrunum fórum við að hugsa svona ævintýrabækur og pop-up bækur og þá svona kviknaði hugmynd. Á fyrsta fundinum, rétt áður við kynnum að þetta eigi að vera pop-up hugmynd, þá segja þau mikið rosalega væri flott ef þetta væri svona pop-up, væri svona bók. Þá hugsaum við bara, við erum sennilega rétt í leið.
Þá hófst nú leitin að samstarfsaðila sem að gæti teiknað þetta upp í þrívídd. Ég var bara mjög spenntur þegar ég heyrði af þessari hugmynd. Fannst þetta strax vera eitthvað sem við myndum algjörlega geta fundið okkur í, bæði svona kreatíft og tæknilega að geta gert eitthvað mjög fallegt og skemmtilegt út úr því. Ég hef unnið að öðru verkefni þar sem var fóldað saman og upp aftur og þá hélt ég að þetta væri einfaldara heldur en þetta er. Við ætlum að hafa raunverulega áferð á bókum og borði og umhverfinu, en húsin þegar þau koma upp, að þau eru í rauninni teiknuð. Við beðum að gera 22 byggingar og það var svo sem ekkert stress, en svo áttaði mig á því að þetta væri kannski aðeins meira. Þetta er í rauninni að myndskreyta heila bók, sko. Þegar kom að því að finna tónlist. Við þurftum tónlist sem að einhvern veginn lýsti þessari uppbyggingu. Hugmyndin er svolítið þessi rytmisku sem að breytir takt. Það er skiptis í 6, 4 og 7, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mér finnst útkoman bara frábær. Við erum mjög ánægðir með þetta, hvernig þetta hefur tekist til. Og vissi það, ég fór bara næstu að gráta. Og ég var bara svona klökk. Af því þetta var svo langt umfram væntingar. Mér finnst það bara frábært. Trúlega gaman að sjá þetta loksins koma allt saman. Svona auglýsing er draumadjobb fyrir okkur. Að fá að vera með svona mikið input í kreatív hliðina, að fá að þróa þetta með stofunni og að fá að taka svona ferli alveg frá upphafi til enda er alveg ofboðslega skemmtilegt.